Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum á N4 sem við tökum upp á stað sem heitir R5 við Ráðhústorg 5 á Akureyri. Við erum að fjalla ýmislegt í þessum þætti og það eru töluvert hátíðir og íþróttaviðburði og ég held að sé óhætt að segja að einn stærsti golfviðburður, bara liðinna ára, stendur nú yfir í Jaðarsvelli á Akureyri og ég fengi til mín fulltrúa, bara úr mótinu. Byrjum á því að það hefur ekki verið haldið Íslandsmeistaramót á Jaðarsvelli á Akureyri í 16 ár. Þetta er aldrei langur tími og ég veit að Akureyringar voru orðnir ansi fullir löngunar að fá að halda mótið og nú er komið að því. Hvernig gengur? Það gengur bara mjög vel. Við fengum fullt af keppendum náttúrulega sunnan og það sem er líka skemmtilegt er að það eru mjög sterkir keppendur. Þetta er sterkasta Íslandsmót sem hefur verið haldið bara mjög lengi. Allir okkar bestu kylfingar eru mættir og byrjaði að spila, þannig að þetta gengur bara rúlaði vel. Smá rigning í gær en við erum náttúrulega öllu vön líka. Já, en það breytir náttúrulega miklu, er það ekki, svona sem reyndur spilari að hafa svona blauta velli? Jú, það hefur áhrif og það sýndi sig í gær að það komu há skor hjá sumum kylfingum og ég er alveg klár á því að það voru kylfingarnir sem voru ekki að hitta brautirnar, voru skakkir af teig og grasið fyrir utan brautirnar er þétt og þegar það verður blautt þá kemst maður ekki í gegnum þennan flotta keppnisvöll. Er það ekki þannig í golfinu því maður þekkir það nú þú veist bara í útiverinu, hvort sem það heitir útilega eða alvöru keppnisíþróttir, veðrið spilar alveg rosalegan hluta af því hversu stórkostlegt upplifunin verður? Jú, spilar auðvitað mikið inn í og það er vont veður, það er rigning og rok, það verður allt þyngra og erfiðara. Leikhraðin verður hægari líka. Það þarf meira að gera, þú þarft að fara í lúffur og úr lúffum og allt er blautt og auðvitað hefur þetta áhrif. Þú talaði örugglega það útihátíðir einhvern tímann að það hefur verið miklu meira slagsmál og pirring og leiðindi þegar það er vont veður heldur en þegar það er bongó og þá bara verða kylfingarnir svona pirraðir. Erum við að sjá járn fljúga út í skó? Nei, þetta eru nú prúðir keppendur og sjálfum sér og sínum klúbbum til fyrirmyndar. Við segjum það í mótahaldinu alltaf ef það verður gott veður, þá verður allt gott. Já, þá er allir glaðir. Það munar svolítið miklu. Nú er blíða, þannig að allir hoppandi kátir í alla morgun. Vil ég útskýra hans fyrir okkur, til dæmis eins og mér, ég þekki ekki alveg eiginlega, ég þekki bara ekki neitt, við skulum bara orða það eins og er, nema það helsta sem maður sér í fjölmiðlum úr golfheiminum. Hversu góðir eru íslensku keppendurnir og á hvaða leið eru við? Erum við að verða betri, erum við að standa í stað ef við miðum við síðustu ár? Við erum alveg klárlega að eignast betri og betri kylfinga og ég vil meina að þetta sé svona kannski á svipari leið eins og íslenska knattspyrnulandsliðið eða allar þessar knattspyrnu og hallir sem risu fyrir mörgum árum að svipaðar æfingaaðstöður byggðust upp fyrir sunnan einhverjum árum þar á eftir og nú er komin sambærileg aðstaða hér upp á jaðri. Þannig að kylfingarnir eru að skána og ég er alveg klár á því að okkar fremstu kylfingar, það er örfá ár þangað til við sjáum karlkylfinginn á PGA Evrópumótaröðinu og við erum með eina stelpuðar sem að standa sig vel. Þannig að það eru klárlega framfarir og svona tímaspursmál hvenær held ég svona springi út og við sjáum nokkra kylfinga þarna hvoru kynir. Nákvæmlega. Hvernig er það með svona keppni, golf? Sumir ég hef nú alveg horft á golfmót í sjónvarpinu og finnst það dálítið skemmtilegt, tala nú ekki um að það eru skemmtilegi lýsendur og svona, en hvernig er með það að mæta á golfmót? Mæta áhorfendur? Já, það mæta fullt áhorfendum, það mættu auðvitað vera fleiri og það er kannski fólk eins og þú sem veit heldur ekkert þetta og kann ekki við að mæta, veit ekki hvort það má mæta og kann ekki hvert á að lappa. En maður fyrir, hvert er þetta? Já, en það bara er svo sem, það ætti ekki að vefjast til fólki þegar það mætir á staðinn og ef það er í einhverjum vafa þá bara hægt að spyrja næsta mann og síðan segja því svona nokkurn veginn sjálf bara hvert þú átt að fara og hvert þú átt ekki að fara. En það er rosalega skemmtilegt að mæta á staðinn og upplifa þetta og horfa sjálfur og í staðinn fyrir sjónvarpið þó það sé þetta líka skemmtilegt. Ef maður er svona keppnis og hefur áhuga á keppni og langar að sjá bara það allra besta á hápunktinum og mæta bara þá, hvenær á að mæta og hvar?
Já, ef þú vilt sjá síðasta daginn, það alltaf svona mesti spenningunni þá að þeir sem spila best að þeim raðað saman, báðum kynjum og er stutt á milli bestu kalla og kvennahollana og það myndast áhorfendaskari í kringum það, þannig að það er svona Lappar það áhorfendaskarinn brautina? Já, og ef það verður mikill fjöldi sem ég hef alveg von á með við síðustu mót hérna fyrir norðan, að þá verður örugglega einhverju starfsmenn hérna með bönd og svona áhorfendur verður svona gæta á réttu staðina og hérna, en svona hátíð á sunnudag ekki svona sem að hápunkturinn fyrir að stað? Jú, bara þegar oft bara keppni fram á síðustu holu og fram á síðasta högg, þá þetta alveg gífurlega spennandi og skemmtilegt. Og það bara þögn yfir fullt af fólki, það heyrist ekki neitt og þetta er bara frábær upplifun. Er það ekki nefnilega? Þó þú sért ekkert eitthvað inn í golfheiminum, en þú veist að bara mæta og fá pínu ekki spurning og þetta er kannski öðruvísi við kannski knattspyrnuleika eða svoleiðis að þú ert í miklu meira návígi við keppendurna og ég er alveg viss um það að þó að þú myndir mæta þarna upp eftir ekki veitandi mikið golf að þú myndir algjörlega detta inn í þetta spennuþrungna andrúmsloft og þú myndir ekkert missa með allt í hennu bara áfram. Nei, bara þegar hinir fagna þá fagnar þú bara með. Já, ok, gerðu bara eins og hinir. Ekki fagna þegar það er alltaf gott. En hvað er svona fyrir einmitt okkur, hverjir eru sigurstranglegastir? Hver líklegasta, hvar kannski megið þig, eru þið kannski í þeirri stöðu að þið megið ekkert segja að það geta nú allir átt góða og slæma daga, en hverjir eru svona stjörnurnar sem að fólk að fara að fylgjast með? Við erum náttúrulega með stjörnur eins og Birgir Leifur, hann að spila með okkur núna, sem okkar frægasti kylfingur, og náttúrulega Ólafía sem spilar úti líka. Þetta eru svona fólki sem komið hvað lengst úti að spila, þannig að það má segja að þau eru mjög sigurstrangleg, en auðvitað eru margir sem geta dottinn, þetta 4 daga mót og þú svarar nú bara eins og þú sagðir. Já. Það getur allt gerst. Pólitíska svarir, það getur allt gerst. Já, það er bara svoleiðis og já, það eru nokkrir einstaklingar hérna á báðum kynjum sem geta unnið þessa 2 einstaklinga og þannig að þetta það er svona challenge fyrir þá sem eru á leiðinni og ætla að komast á þann stall þar sem að Birgir Leifur hefur verið, þar sem Ólafía er núna. Að það er ákveðið challenge fyrir þau að hérna tækifæri til að mæta þeim og reyna að vinna þau. Já, sem náttúrulega bara einstakt kannski. Það gríðarlega gott fyrir sjálfstraustið hjá þeim einstaklingi sem myndi vinna titil spilandi á móti þessum kylfingum sem að spila. Það væri frægðarsaga fram á ellina, að minnsta kosti. Já. En völlurinn, það hefur átt sér stað mikil uppbygging þar eða breyting. En þetta víst ekkert einfalt mál að gera golfvöll. Það ekki bara að slá grasið. Nei. Ha? Það bara rosalega mikið búið að gerast upp frá og náttúrulega erum við bæði alveg upp á þessum golfvelli, þannig að maður hefur líka alveg tilfinningar til vallarins. En það bara frábært að vera þarna og búið að vera mikið af breytingum, búið að búa til nýjar holur sem hafa allar tekist, að mínum mati allavega svakalega vel. Maður veit aldrei hvernig svona breytingar kom út, en virkilega flott og þetta æfingarsvæði bara alveg frábært og svo þetta er sjá líka kylfingar að koma hérna í einhverjum mæli, virkilega árangri, þannig að ég held að þetta skili sér. Þetta ekki alveg eins og þegar þú varst að slá hérna? Nei, hann örlítið breyttur, en það er samt gaman að sjá að flestar holurnar halda sér. Það búið að endurbyggja marga teiga, það búið að endurbyggja allar flatirnar, þær voru bara orðnar vatsins tíma. Þannig að það hefur átt sér stað rosalega mikil og góð uppbygging hérna. Og ég var bara snortinn að ég spilaði völlinn hérna daginn fyrir mótið og mér fannst það bara æðislegt. Að sjá gamla jaðarsvöllinn í svona aðeins breyttri mynd en samt karakterinn algjörlega til staðar og að mínum að þetta búið að gera þennan völl, hann var góður keppnisvöllur en að mínu mati hann orðinn einn albesti keppnisvöllur landsins í dag og rosalega spennandi tíma framundan og þetta bara þannig völlur að það alveg sama hvar þú ert, ef þú slær slæmt golfhögg þá þér refsað og það góður keppnisvöllur. Nákvæmlega, vá, ég var alveg, nú mæti ég. Já, nú mætir þið. Já, ég bara.
Þetta æðislegt, þetta verður bara, og þetta sem sagt alveg fram á sunnudag, þannig að ef einhver ætlar að mæta bara til þess að upplifa alveg hápunkt, þá hátíð á sunnudeginum málið og hægt að fara væntanlega inn á okkar heimasíðu til að fylgjast með hvernig staðan á þróuninni eða hvað. Já, það er líka hægt að fylgjast með bara skorunni eftir því sem kemur inn bara allan daginn. Á hvaða síðu? Það inn á golf.is, það allar upplýsingar hvaða slóður þetta eru. Svo Facebook síða sem Íslandsmótið með, það Íslandsmótið 2016 held ég að heiti. Það upplýsingar líka og svo líka bara þetta ringja upp yfir og Maður bara svo feimin, hætta þessari feimni, mæta bara því að það langar öllum að fólk komi og það, þú veist, þó maður spyrja vitlausar spurningar, það ekki bara alltaf. Jú, það ekki til vitlaus spurning. Nei, það til vitlaus þögn. Vitlaus svör. Vitlaus, já. Gaman að fá ykkur og bara gleðilega hátíð. Já, takk fyrir. Takk fyrir og sömuleiðis. Velkomin upp yfir. Takk fyrir og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.